Hérna erum við með alveg splunkunýjan MG5 frá BL. Hann að koma ansi skemmtilega út. Þetta bíll sem kemur núna sem rafmagnsbíll en hann hannaður sem bensínbíll. Hann kemur á þessum 17 tommu flottu felgum hérna. Hann að koma með mótor sem að draga allt að 400 km samkvæmt VFLTP-staðlinum. Þetta luxury típa. Hann að kosta svona rétt 5,5 en bíllinn frá 5,91 hjá umboðinu. Þessi bíll með 156 hestafla mótor eða 61 kW sem þessi mótor gefur og hann hvorki meira en minna en að geta hlaðið inn á sig 87 kWh á klukkustund og það nú talsvert. En auðvitað eru flestir að hlaða bílana sína að nóttu til heima hjá sér í heimahleðslustöðum. Það hefur svona verið að þróast sem venja hér á Íslandi. Þetta svona kókpulsa og klósettferð að hlaða hann fram á næsta stað. Ef til dæmis við erum í Hrútafirðinum og ætlum að keyra næst austur að Blönduósi eða eitthvað, þá þarf ekkert að stoppa endilega en ég meina fólk að gera það greinilega. Það ekkert að taka neina áhættu á því að bíllinn klári sig að rafmagni. En það eitt sem alveg örugt. Það skiptir engu máli hvort við erum á bensín eða rafmagnsbíl. Það þarf alltaf að setja á hann eldsneyti eða orkugjafa. Alveg sama hvort við erum með bensín eða rafmagn. Hérna hleðsluportið á honum. Þetta svona skynsamlegur staður að mörgu leyti. Við sjáum það að þú þarft alltaf að keyra að hleðslustöðinni til þess að hlaða. Það ekkert á hliðina á honum en á móti kemur að það þarf kannski ekki að bakka honum upp að henni eða eitthvað svoleiðis. Skiptir kannski ekki öllu máli en þetta alveg ágætis staður fyrir þetta. Hitt að þetta svo bensínlok á sumum rafmagnsbílum sem algjörlega óþarfa að minna mann á þegar maður á rafmagnsbíl. Það ekki? Hann hjólátur, ótrúlega bara, finnst þér ekki þægilegt að keyra þetta bara? Jú, það mjög þægilegt. Já. Stýrið alveg ágætt. Þetta bara svona ekta fjölskyldubíll með fullt af plássi. Það svolítið vel frá öllu gengið hérna. Svolítið flott mælaborð í honum hérna. Það svona brú hérna. Yfir hérna, stokkin hérna sem hægt að hlaða síma í og einhver svona smá hluti og það Apple CarPlay og Android Auto sem við getum notað hérna sem navigation. Við erum ekki með, það ekki navigation í þessum bíl en við notum það í gegnum síman sem að mínum bara full gott. Hér frammi síðan solid og huggulegt hérna mælaborð með þokkalegum skjá hérna. Hvað finnst þér Gulli þú veist, þetta ekki alveg ágætilega hraðvirkur skjár hérna? Jú, hraðvirkur sko. Já. Og það svona það helsta í þessu. Við erum að tala tónlist og síma. Svo hérna einhver 360 gráða myndavél sem væntanlega ekki nothæf nema bíllinn sé kyrrstæður. Hann kannski ekkert öskrandi flottur en þetta rosalega hagkvæmur bíll. Þetta stationbíll og það ekki margir svona rafmagns stationbílar á markaðnum. Ég bara man ekki eftir neinum. Þetta allt einhverjir jepplingar og sportjeppar og eitthvað svoleiðis. En auðvitað eru MG-menn að nýta sér pallinn undan þessum eldri bensínbíl frá 2012 til þess að búa til svona kagga. Þetta eintak sem við erum að aka núna luxury útgáfa sem með ljósir leðurindíku. Það hægt að fá hana fyrir örlítið hærri greiðslu en bíllinn á rúmlega 5,91 held ég hann hafi sagt og upp í 5,4 sem fáralega gott verð á svona bíl. Þessi bíll hannaður sem fyrst og fremst bensínbíll. Kom fyrst árið 2012 og þegar hann komið rafhlöðu með 400 km dragni þá náttúrulega þetta orðið eitthvað sem bragðir af, það ekki? Heldur betur. Þannig að við getum verið sammála það að það bara fínt að sitja í þessum bíl, ekkert ólíkt að sitja í þessum bíl eins og setja S-bílnum. Ég segi að það ekki neitt svakalega langar setur í þessu. Það svona kannski það sem stuttar í þessum bíl. Frekar stuttar. En sætin samt alveg ágætt, þau halda vel við.
það sem sagt hækkun og lækkun á stýrinu og það aðdráttur líka og kallast veltistýri í gamla daga, en þú veist það samt meira í því, það hægt að draga það að sér og setja það frá sér, stilla það þannig eins og manni þykir best þegar maður ekur. Nú erum í komfortstillingunni og hann bara tekur ágætlega við sér þessi bíl. Við erum að tala 156 hestöfl, það 61 kW rafhlaða í þessu og hún að gefa okkur 400 km samkvæmt VLTP. Allir það útleggist ekki á eitthvað kannski í kringum 250 til 80 km í góðu árferði. Hvað segirðu? Eitthvað svoleiðis kannski? Já. Ég rekk hausinn aðeins uppi hérna. Fæturnar, það fer alveg ágætlega mig hérna, þannig lagað. Þú veist, ég sit svona með frekar þröngt hott hérna. Þetta ekki gott til lengdar. Þetta svínvirkar fyrir yngri kynslóðina. Ég sko að nálgast 60 og ég myndi kannski ekki vilja sita hérna mjög lengi. Ég myndi ekki kaupa mér svona bíl til þess að sita aftur í heldur. Ég myndi keyra hann sko. Þannig að sætin eru prýðileg hérna. Bökin í sætunum halda bara alveg ágætlega við. Hérna hægt að taka niður svona, þetta þægilegt. Bollahaldarinn frekar grunnur, ef við segjum svo, eða glasahaldari. Og hér erum við með eitt USB-A og eitt USB-C. Það eru hérna svona þessi fínu vasar hérna aftan á. Þetta eitthvað svona pleður, það alveg á hreinu. Það gott að horfa hér út gluggann, maður sér alveg ágætlega út, það fínt útsýni. Og glugginn fer alveg niður sem kostur finnst mér. Bíllinn lipur, það mjög þægilegt að aka þessu. Við erum ekkert að tala um þetta að sé ykkur BMW eða eitthvað svoleiðis. Það ósanngjarnt. Hann leggst pínulítið í beygurnar. Ég ekki frá því að hann sé aðeins pínulítið of viljugur þegar að maður gefur honum alveg inn. Ég ætla að setja hann í sportið hérna. Þá hlýtur hann að verða ennþá viljugri. En það spólvörn á honum sem kemur í veg fyrir það að hann sé eitthvað að flakka með okkur hérna út allt. Nú ætla ég að fara hérna í kringum þetta hringtorg hérna og finnur alveg gulli að hann leggst pínulítið í beygjuna. Já. Og þetta allt í lagi. Men það geta líka verið dekkin, hann á 17 felgum. Við passa okkur að vera ekki að gera okkur ringlaða hérna, en þú veist, þetta ljómandi gott. Þetta bara ansi skemmtilegur fólksbíll, myndi ég segja. Það sem sagt að stilla orku endurheimtina. Það eru 3 stillingar á henni sem mjög góður kostur því að þá náttúrulega hægt að endurnýta umframorkuna sem hleðst þá inn á batterið. Hann getur tekið 90 kW inn á sig í hleðslu, í hraðhleðslustöð. Þannig að ef þú hefur 100 kW stöð, þá ertu ansi snöggur að hlaða, annars þetta bara stuttur tími. Þetta pulsa kókó klósettferð. Ef svo má orðið komast eða ekki. Við eigum báðir rafbíla, ég og Gulli, og við erum báðir með hleðslustöðar heima, sem náttúrulega bara gargandi snilld. Maður kaupir sér bara hleðslustöð og það eru aldrei vandræði með rafmagn. Ég hleð bílinn bara alltaf á nótt. Gerir þú það ekki líka, Gulli? Jú, bara á nóttinni. Já, við erum bara að hlaða þegar við erum ekki að nota bílinn og á þeim tíma dagsins. Og við erum líka að hlaða á þeim tíma sem minnst rafmagnsnotkun í bænum. Þannig að við finnum ekkert fyrir því. Þanniglega, sko. Kostnaðarlega og ekki neitt, sko. Þetta bara næstu frítt, sko. Ef við skoðum aðeins búnaðinn í þessum bíl, það allt í þessum bíl. Við erum að tala um skinnvætan hraðastilli, það akreina vari og það akreina stýring. Þetta farangurstrýmið hérna í þessum bíl. Og það ekkert af laggar í kantinum. Við erum að tala um tæpa 500 lítra hérna. Og ef við leggjum sætið niður, við erum að tala um 40-60, þá erum við komin upp í tæpa 1400 lítra. Það rosalega vel frá öllu gengið hérna. Sjá að kapallinn í svona, hleðslukapallinn í svona tösku. Og síðan eru geymsluhólf hér, sikkur megin við. Og hér svolítið sniðugt. Sjáu þið. Hér erum við með hleðslu frá bílnum.
Þannig að ef við erum í útilegu eða einhver slíku þá setjum við þetta í samband við bílinn og svo bara setjum við græjurnar okkar í samband hér og notum rafmagn frá bílnum eða til þess að hita hann upp með rafmagnsheitara, hita tjaldið upp með rafmagnsheitara eða einhver slíku. Þetta geggjað.